kvöldi, kæru gestir. Verið hjartanlega velkomin í loftsalinn hér í kvöld, Aðventukirkjuna í Hafnarfirði. Það mér bara sönn gleði að bjóða ykkur velkomin á þetta námskeið sem Björgvin Snorrason, Dr. Björgvin Snorrason, mun halda fyrir okkur næstu 8 vikunar hér á þriðjudagskvöldum klukkan 8. Ég ætla bara áður en ég gleymi því að biðja alla að vera svo vingjarnlegir að slökkva á farsímanum þið með hafa kveikt svo lengi sem setið það nú bara á hljótt. Það væri mjög vel liðið. Björgvin Snorrason hefur starfað hér lengi sem prestur hér í Aðventukirkjunni á Íslandi og áður fyrr kennari og prestur í Noregi og Íslandi líka, þar sem hann hefur verið að flytja fyrirlestra. Hann að mennt kirkjusagfræðingur og guðfræðingur. Ég ætla nú bara að bjóða ykkur eftir hjartanlega velkomin og gefa Björgvini Snorrasyni orðið. Takk fyrir. Komið öll bless og sæl, gaman að sjá okkur og við sum ykkar þá get ég leyft mér að segja takk fyrir síðast. Gaman að sjá okkur hér aftur. Við ætlum í kvöld að kíkja á hvað Biblían hefur að segja sig sjálfa. Þetta mjög merkileg bók og hefur orðið fyrir gífurlegum árásum í gegnum aldirnar, en hún hefur alltaf staðið þetta af sér og stendur enn upp úr sem gríðarlega skært og fallegt og gott leiðarljós. Og hér í sálmunum númer 119 talað að Biblían sé lampi fóta okkar og ljós á vegi okkar. Þetta mjög langur sálmur sem lofgjörð Guð og hvernig Guð hugsar til okkar mannanna. Allir sálmarnir eru mjög áberandi, fullir af kærleika til mannsins, umhyggju fyrir manninum, náð sem manninum hlotnast og tímanlegar, andlegar blessanir sem verða á hans vegi. Og þegar Lúther loksins fann Biblíuna, að þá var eitt af því sem hann las aftur og aftur, það voru sálmarnir. Þeir opnuðu fyrir honum heim sem honum var algjörlega óþekktur honum, að öllu leyti. Og Lúther leið svo illa að hann hafði orð á því að hann hataði Guð. Það dálítið sterk orð. En svo þegar Lúther fann Biblíuna og fór að lesa Biblíuna, og ég tala nú ekki þegar hann kynntist Jesú Kristi og fyrirgefandi náð hans, þá var það ekkert sem gat stoppað Lúther í því að segja frá Jesú og segja frá Guði og segja frá Biblíunni. En það tók sinn tíma. Hér annað vers sem mér finnst mjög athyglisvert. Biblían segir okkur að Guð leyfi engu að eiga sér stað, nema að hann hafi í stórum dráttum fyrirfram upplýst fólk sitt það sem verða mun. Ekki í smáatriðum, en í stórum dráttum, þá hefur hann gert það. Þannig að við mennirnir getum svona
reikna nokkurn veginn út hvar við erum stödd í sögu þessa heims, hvert stefnir og líka hvaðan við komum. Og við munum athuga slíka spádóma þegar að framlíða stundir. Og það að geta sagt fyrir hluti fleiri 100 árum áður en þeir gerast, það hlýtur að segja okkur eitthvað höfund Biblíunnar, sem í raun og veru ekki við mennirnir heldur Guð sjálfur. Því að ævi mín það stutt að ég gæti ómögulega sagt hvað mun eiga sér stað eftir 200 ár. Það væri útilokað fyrir mig. Og þó maður sé að reyna að rýna í fréttir dagsins til þess að ímynda sér hvað gerist eftir 5 ár eða 10 ár, þá ræður maður ekkert rosalega vel við það út af fyrir sig. Og hér segir Jesús þetta rétt áður en hann gefur líf sitt á krossi við lærisveina sína. Og hugsaðu ykkur, hann búinn að vera með þeim í 3,5 ár. Samt eru þeir fullir efasemda. Svo hann segir við þá: strákar, nú hef ég sagt ykkur það áður en það gerist, svo að þér trúið þegar það gerist að ég fer með rétt mál. Og eftir upprisuna þá hljómuðu þessi orð í eyrum þeirra aftur og aftur, og þeir urðu meir og meir fullvissir að ritningin færi með rétt mál. Við erum svo heppin að geta ennþá tala gömlu íslenskuna. Og einn af þeim sem að bjargaði málinu okkar í raun og veru var þessi Oddur Gottskálksson. En hann fékk heimild hjá Danakonungi til þess að þýða Biblíuna á íslensku. Og eftir að hann sannfærður að siðbót Lúthers sé hið eina og rétta, af því að siðferð Lúthers eða siðbreyting Lúthers, hún byggir á ritningunni, að þá ákveður hann að fylgja siðbótinni og auka, framdraga og fylgja alla sína daga svo lengi sem hann lifði því sem að ritningin hafði upp á að bjóða. Og svo segir hann hérna þýðingu sína: Jesús lausnari vor var lagður í einn asnastall, en nú tek ég að útleggja í móðurmál mitt að snúa orði hans í einu fjósi. Hann faldi sig út í fjósinu til þess að yfirmenn kirkjunar, sem þá voru enn við völd, kæmist ekki að því að hann væri að þýða Biblíuna á móðurmálið. Því að það var algjör bannvara hjá miðaldakirkjunni að almenningur kæmist í Biblíuna. Því að almenningi var ekki treyst fyrir því að skilja hana rétt. Og þess vegna átti presturinn að lesa Biblíuna fyrir almenning og útleggja, og síðan átti almenningur að taka því sem presturinn sagði, án þess að bera það saman við hvort það stæði í raun og veru í Biblíunni yfir höfuð. En Oddur ekki bara gerði okkar þann greiða að lífga við tungumálið okkar. Hann gaf okkur líka þýðingu Nýja testamentisins á íslensku, og hún til sölu í dag. Hún kom út 1988 og hún í hans eigin þýðingu. Ferðana ódýrt hjá fornbókasölunum,
en það er alveg þess virði að lesa hana. Og hér stendur að þetta hafi verið fyrsta bók sem prentuð var á íslensku og hún kom út 1520 og það er svona tæpum 20 árum eftir að Lúther hafði þýtt Nýja testamentið á þýsku á sínum tíma. En það var áhugi Lúthers og áhugi Odds að almenningur gæti lesið Biblíuna og engin annar ætti að lesa Biblíuna fyrir þá. Ég tók nú með þetta titilblað til gamans. Hérna sérðu íslenskuna sem hann notar. Hún er nú kannski ekki nákvæmlega eins og svo sem við notum í dag að öllu leyti, en hún er samt mjög vel skiljanleg. Og Guðbrandur biskup á Hólum, hann ákveður að gefa út alla Biblíuna og hún kemur út í heild sinni 1584 og hérna sérðu ljósrit af þessari Biblíu, hérna Guðbrands Biblíunni, og þetta er út af fyrir sig ótrúlegt afrek fyrir jafn fámenna þjóð, jafn fátæka þjóð að geta gert þetta. En þetta er einhvern veginn okkur í blóð borið að elska bækur, gefa út bækur og lesa bækur. Og þetta hefur fyllt okkur frá örófi alda og hér eru tveir merkimenn sem að sjá til þess að þetta Guðs orð komist í hendur almennings. Hér er mynd af Guðbrandi í Bessastaðakirkju og hann satt lengi á biskupsstól. Þetta er svona titilblað Biblíunnar, bara til gamans. En þá skulum við aðeins vitna í nokkur ummæli Jesú Krists Biblíuna. Hann segir okkur hérna að allt Gamla testamentið sé Guðs orð og hann vitnar þarna fyrst í fyrstu Mósebók og 4. kaflan og svo vitnar hann í síðustu bók Biblíunnar, það er að segja Gamla testamentisins, sem er Krónikubók, og þannig að hann staðfestir að Biblían frá Mósebókunum og alveg til enda, að þetta sé allt Guðs orð. Og hann endurtekur þetta hérna í Lúkasi, en niðurröðun bókanna hjá gyðingunum á tíma Jesú var öðruvísi heldur en hún er í dag. Þeir byrja eins og við á fyrstu Mósebók, en síðasta bók Gamla testamentisins hjá gyðingum eru krónikubækur, sem eru svona sögur konunga gyðinga eða Ísraelsmanna. Og það sem að Jesús gerir hérna, það er að viðurkenna að alveg frá fyrstu Mósebók og til síðustu bókar Gamla testamentisins að hætti gyðinga, allar þessar bækur eru frá Guði komnar. Þessar bækur eru ekki allar jafn auðskildar og ég hef það nú fyrir sið að ef ég ræði ekki við eitthvað í Gamla testamentinu þá læt ég það bara eiga sig. Það getur verið frásögn konunga, það getur verið atvik í þjóðlífi, það getur verið innrás óvinna þjóða og það er svo margt sem að þarna stendur frá löngum liðnum tíma, og af því við getum ekki hringt í þá sem að upplifðu það sem stendur í Biblíunni og til þess að koma svona eins og baku tjöldin til þess að skilja það betur, að þá látum við bara eiga sig. En rauði þráðurinn í allri Biblíunni er þessi: því að svo elskaði Guð heiminn
að hann gaf son sinn sem fæddist á sérstakan hátt til fyrirgefningar syndana, svo að enginn þurfi að líða eilífan dauða, en allir geta risið upp til eilífs lífs. Vinir, þetta er rauði þráðurinn í gegnum alla Biblíuna frá upphafi til enda. Og þó að sé margt á leiðinni sem maður kannski ekki skilur, þá skilur maður þessa einföldu yfirlýsingu í Jóhannesarguðspjalli, 3. kafla og 16. versi. Hér hittir Jesús 2 lærisveina sína eftir upprisuna og hann hefði getað sagt við þá strax: ég er Jesús, ég er Kristur, ég er Messías, ég er upprisinn og strákar, nú hlustið á mig. Ég var með ykkur í 3,5 ár og þið komu svona af og til og ljáðu mér eyra. Þetta er ekki 2 af þeim 12. En hann gerir það ekki. Hann setur ekki sjálfan sig í hásætið og segir: nú hlustið á mig. Hann fer með þá í gegnum ritninguna og bendir þeim á allt sem stendur í ritningunni frá Móse, gegnum spámennina og líka það sem stendur í ritunum. En gyðingar þeir skiptu Biblíunni í raun og veru í þrjár biblíur eða 3 bækur. Og Mósebækurnar, það voru lögin, og svo komu spámennir, það er að Jesaja, Jeremía og svo litlu spámennir 12. Og svo komu ritin eins og Jóbsbók og Sálmarnir og Orðskviðirnir og svo framvegis. Þannig deildu Biblíunni í 3 bækur. Og það sem Jesús gerir hérna er að hann fer yfir allt það sem Móse hefur að segja hann sjálfan, sömuleiðis það sem spámennir hafa að segja hann og sömuleiðis það sem að ritin hafa að segja hann. Og þeir kannast við þetta. En þeir voru samt ekki vel að sér í þessu. Og hérna endurtekur hann þetta sama. Þá er vitnað hérna í Lúkas. Hann fer yfir lögmál Móse. Orðið lögmál, Tóra á hebresku, merkir fræðsla. Hann fór yfir fræðslu þá sem Móse hafði upp á að bjóða. Hann fer yfir spámennina og hann fer yfir sálmana, það er að segja ritin. Og þegar Jesús er að kveðja þá skilja þeir að þetta er hann. Og þá rifjast upp í huga þeirra með svona hálfgerði dómínóeffekt, ef ég get notað svoleiðis orð, að þeir sáu að allar þessar ritningar eða öll þessi vers sem Jesús hefði vitnað í fjölluðu vissulega öll hann og öll höfðu þau ræst í smá atriðum varðandi komu Jesú Krists og allt það sem átti sér stað í sambandi við hann. Og Jesús vildi ekki að þeir sannfærðust vegna þess sem að hann sagði, heldur vegna þess sem að Biblían sagði. Og þetta er lexía handa okkur sem að þykjumst vera prestar og bera vígslu kappan og allt það. Við erum engin heimild út af fyrir sig. Við getum verið til aðstoðar, en Biblían er heimildin. Það er hún sem er loka orðið varðandi samband manns við Guð. Hér á presturinn ekki að koma á milli, en hann má aðstoða ef sé leitað eftir því. Hér er Jesús að flytja ræðu eins og hann gerði svo oft, fór upp í hlíðarnar, til dæmis í kringum Galileguvatnið. Og hér segir Jesús: hafið þið ekki lesið í Biblíunni? Biblían er kölluð ritningin,
Við notum líka það orð á íslensku. Og hér er það Jesús svarar og segir þið villist, ykkur skjáttlast af því að þið þekkið ekki Biblíuna, né mátt Guðs. Og enn kemur Jesús með uppörfun hérna í Jóhannesarguðspjalli og þér rannsakið ritningarnar, segir hann við farisæana, því að þér hyggist því þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna mig. En þetta dugði ekki á farisæana. Þeir voru komnir með sína eigin erfðakenningar svo kallaðar og það var það sem þeir vildu og ekkert annað. Hér leggur Jesús Abraham í munn þessi orð í þessari dæmisögu Abraham og Lazarus, og Jesús segir farisæana, fræðimennina, Heródesarsinnana, Saddukeana, ef þeir hlýða ekki Móse og spámönnunum, það er að segja, ef þeir taka ekkert mark á Biblíunni, láta þeir ekki heldur sannfærast þótt einhver rísi upp frá dauðum til þess að segja þeim sannleikann. Ég hef ekki þetta sannfæringarvald sem að Biblían ein hefur. Og þá ætlum við að snúa okkur svona að tilurð Biblíunar, en Móse er sagður vera sá sem að skrifaði Mósebækurnar 5. Sumir telja hann að hafi ekki getað skrifað 5. Mósebókina alla vegna þess að hún fjallar meðal annars dauða hans. En Guð var búinn að upplýsa Móse áður en hann dó hvernig dauða hans myndi bera garði, og meira þess að upplýsa hann að hann myndi ekki hvíla lengi í jörðinni því að hann myndi vera reistur upp til eilífs lífs. Þannig að hann gat alveg skrifað það vegna þess að hann var búinn að fá upplýsingarnar allt það sem var í vændum. Hann þurfti ekki að bíða með það að skrifa það. En miðað við tímasetningarreikningarna þá fæddist Móse hérna 1525 og það er allt sem bendir til þess að Hatshepsut, ég kann ekki að bera þetta fram, sem var prinsessa, hafi orðið fósturmóðir hérna Móse, vegna þess að hún gat einungis átt dætur, allavega eina, en henni lánaðist ekki að eignast stráka. Þannig að hún tekur Móse að sér og elur hann upp við hirðina. Bara til gamans þá tók ég þetta með hérna. Pabbi hennar, Hatshepsut, ef þetta er nokkurn veginn fórir eftir hann, var Tútmóse fyrsti. Hérna höfum við hann. Hún giftist nánum ættingja sem er Tútmóse annar og hún á með honum dóttur. Síðan deyr þessi Tútmóse annar og hún tekur við öllu valdi í hérna Egyptalandi og gerist faró, sennilega frá árinu 1504 eða 1505 og til ársins 1486. Þá er hún mjög sennilega því miður drepin af Tútmóse III sem að hafði ríkt með henni reyndar í langan tíma. En þá allt í einu hverfur hún úr sögunni, styttur af henni eru eyðilagðar og þetta gífurlega flotta musteri hérna á bakvið er að töluverðu leyti eyðilagt. Og en við höldum áfram sögunni. Móse verður að flýja undan Tútmóse III
af því að Móse hafði drepið Egypta og hann vissi það að Tútmóses III hataði hann eins og pestina, því að Tútmóses III hafði reiknað með að Móse, Biblíunnar, myndi taka við hásætinu því að fósturmóðir hans, Hatshepsut, hafði ákveðið það. Þannig að Móse kemur sér úr landi og það er síðan Amenhotep sem tekur við og hann er sá faró sem að Móse heimsækir og segir að nú skuli hann leyfa Ísraelsmönnum að fara heim til sín og hann segir auðvitað nei. Hann ferst að öllum líkindum í Rauðahafinu, sömuleiðis frumburður hans og það kemur hérna bil í sögu Egypta því að Tútmóses IV sem tekur við að Amenhotep, hann átti aldrei að fá hásætið en hann er allt í einu kominn í það hásæti. Þetta er svona aðeins til að gefa þér smá bakgrunn fyrir Móse en hann var forkunarfríður er sagt hann sem barn. Hann var einn af helstu hershöfðingjum Egypta, gríðarlegt glæsimenni, mjög vinsæll hershöfðingi, mjög vinsæll stjórnmálamaður, mjög vel að sér í bæði innanríkis og utanríkismálum. Þannig að hann hefði í raun og veru alveg getað átt hásætið en hann kaus að afþakka hásætið. Og þetta er þessi Móse sem að skrifar Mósebækurnar. Hann segir sjálfan sig að hann sé ekki mælskur og maður sér það nú ekki þegar maður les Mósebækurnar að hann kunni ekki að tjá sig. Hann gerir það mjög vel. Og hér kemur fyrir smá atvik meðan að Móse er í eyðimörkinni eða ekki beint í eyðimörk en í svona kjarrlendi því að hann er orðinn, hann er orðinn smali. Þessi höfðingi frá Egyptalandi sem átti gull og græna skóga og allir lutu honum og hans orð voru lög. Allt inn er hann orðinn smali hjá tengdaföður sínum og er að eldast við skjátur bara einhverstaðar út í runnanum. En hér á sér stað alveg gífurleg breyting hjá Móse. Hann er ekki lengur þessi hrokafulli hershöfðingi sem skipaði öðrum fyrir verkum. Hann er orðinn hógvær, lítillátur, auðmjúkur, námfús. Og hann segir, Guð, segðu mér hvernig ég á að þjóna þér og ég skal gera það. Og það er einhver snillingur sem hefur sagt Móse að í 40 ár meðan hann var hershöfðingi í Egyptalandi þá hélt hann væri eitthvað. Það tók hann 40 ár með rollunum að komast að því að hann var ekki neitt. Næstu 40 árin fór í það að leiða þjóð sína á 3. milljón út úr þrælabúðum Egypta. Og hann gat varla trúa því að Guð hefði falið honum slíkt verkefni. En það sem að stendur upp úr hjá Móse er það að þetta kom allt fyrir opinberun. Þetta var ekki eitthvað sem að honum datt í hug hvað hann ætti að gera og hvenær hann ætti að gera það. Hann var þetta auðmjúka barn þó hann væri yfir fertugt. Að hann leyfði Guði að tala við sig og leyfði Guði að stýra sér þannig að Guð gat nota hann til mikillar blessunar síðan meir.
Hér einn af stóru spámönnum í Gamla testamentisins og hafi nokkur í Gamla testamentinu skrifað fallega Jesum Krist og verkefni Jesu Krist. Það var það Jesaja. Hvernig haldið þið að Jesaja lýsi Jesu í bókum sínum? Eða í bókinni, Jesaja bókinni? Það sem stendur upp úr að hann lýsir Jesu sem þjóninum sem kom í þennan heim til þess að þjóna föllnu mannkyni og ekki til að láta þjóna sér. Og allt þetta fékk Jesaja vita fyrir opinberun. Hann notar orðið vitrun. Allt það sem að Jesaja skrifar, það fékk hann fyrir vitrun, opinberun frá Guði. Það eru margir spádómar Ísrael, óvinna þjóðir þeirra, Júdaríkið og örlög þess, en það sem stendur samt upp úr alla leiðinni gegnum alla bók Jesaja Jesús Kristur, kærleiksríki þjónninn sem spyr, hvað get ég gert fyrir þig? Amos, smalinn, sem að Guð kallaði, og hann svaraði kallinu játandi. Og ef þú myndir einhvern veginn gefa tíma til þess að lesa þessar bækur þessara spámanna, þá myndu komast að raunum að fyrir utan það að þeir fjalla allir Krist og verkefni Krists, að þá eru þessi spámenn með gríðarlega harðar þjóðfélagsádeilur. Þeir eru miskunnarlausir gagnvart hvað ég að segja, stjórnendum, dómurum, auðkýfingum sem níðast á almúganum, sem níðast á munaðarlausum, sem níðast á ekkjum og sem að þeir eru bara eins og, ég veit ekki hvað ég á að segja, þeir eru bara eins og jarðýta í þjóðfélaginu sem rýður allt í burtu sem ekki þjónar þeirra eigin peningagræðgi. Gríðarlega harðar þjóðfélagsádeilur og sumt af þess að passa við okkar nútíma þjóðfélag. Þá er ekkert sérstaklega að hugsa Ísland. Nehemía, hann var byrlari konungs. Það er að segja að hann var að smakka á öllu víninu og öllu matnum á hann og konungurinn fékk hann, svo konungurinn hrykki ekki upp af. Gríðarlega mikil ábyrgð og ábyrgð sem að ég verð að játa, ég hefði helst ekki viljað taka að mér. Einn sopi af víni og ég er dauður. Takk fyrir. En hann skrifaði líka ágæta bók. Þá ætlum við að bregða okkur inn í Nýja testamentið og aftur kemur þetta orð fyrir opinberun Jesu Krists. Og nú erum við stödd svona cirka 96-8 eftir Krist og við erum stödd á eyju sem heitir Patmos. Keisarinn Domitian og hann búinn að senda Jóhannes postulan, kærleikspostulan í útlegð á eyjuna Patmos og þar það að Jóhannes fær opinberun. Og sjáið þetta hvernig orðið kemur frá Guði föður til Jesu Krists, frá Jesu Kristi til engils og frá engli til Jóhannesar sem síðan skrifar það sem hann heyrði og það sem hann sá. Skulum fara yfir þetta stuttlega. Opinberun Jesu Krists, það Jesus sem stendur á baku opinberuna. En það Guð Faðir sem gaf Jesu opinberununa til þess að þjónn hans, Jóhannes,
gæti fengið að vita allt það sem verða á innan skams. Og hann, Jesús, sendir engil sinn og let hann kynna það Jóhannesi. Og svo segir hér fyrirgefiði, fara hans tilbaka, svo segir hér þessa bók að þetta sé spádómsorð og þetta orð sem notað Biblíuna. Spádómur í Biblíunni ekki fyrst og fremst eitthvað sem segir fyrir óorðna hluti, heldur spádómur orð frá Guði til manna, til okkar mannana, til þess að vara okkur við og gefa okkur kost á betri leið. Og hér það Pétur sem kallar Biblíuna hið spámanlega orð, það segja Gamla testamentið. Og svo segir hann hérna, vitið það umfram allt, hann að skrifa þetta til safnaðana í Tyrklandi, að enginn þýðir neinn spádóm ritningarinnar af sjálfum sér, því að aldrei var nokkur spádómur borinn fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir heilögum anda. Hér Pétur að undirstrika það að Biblían eigi upphaf sitt hjá Guði og komi til okkar mannana fyrir milligöngu engils og heilags anda. En sá sem tekur við boðskapnum og skrifar hann fær að nota sinn eigin tjáningarmáta. Þannig að það engin einn stíll í Biblíunni. Jesaja skrifar á sinn hátt, Jóhannes skrifar á sinn hátt, og þeir sem lesa grískuna, þeir segja Pétur sé flottasti pennin í Nýja testamentinu. Og þá höfum við Pál, og takk eftir því að hann tala líka að það sem hann boðar ekki mannaverk. Þetta sé opinberun frá Jesú Kristi, og hann hefur opinberað mér son sinn, segir Pál, og síðan hverfur Pál til Arabíu. Hann fer til Sínaífjalls reyndar og þar í 3 ár, og þar hann að lesa Biblíuna. Pál sem alinn upp sem farisei, maður hefði ætlað að hann þekkti Biblíuna, en hann að lesa hana í 3 ár, áður en hann byrjar að boða Biblíuna. Og það sem Páli Páll mjög upptekinn af, það hvort að Jesús sé búinn að fyrirgefa honum hans ljótu framkomu við hina kristnu. Því að hún var ljót. Hann dró fólk út úr húsum og lét fara grimmilegum höndum fólk. Þannig að við förum neitt nánar inn á það. Og hér það að Páll að skrifa Tímóteusi, og hann segir, þú þekkir heilagar ritningar. Og hérna stendur, svona óskiljanlegt letur þarna, þetta eiga að vera grískir bókstafir, en þeir hafa einhvern veginn hrokkið upp fyrir. En þarna stendur Hieragrammata, og þetta var nafn á Biblíunni á tímum Jesú. Ef ég myndi segja við strákinn minn eða stelpuna mína, viltu sækja Biblíuna, þá myndi ég segja, gætirðu sótt fyrir mig heilagar ritningar. Og hér segir Páll að öll ritningin innblásin af Guði. Það segja að Biblían frá Guði komin, hún ekki mannaverk. Og hér enn bara verið að ítreka þetta að Biblían sem sagt komin frá Guði, og þegar að Páll að boða, hvort sem það í synagóg eða á torginu í Aþenu eða hvar sem Páll sté niður fæti, að þá var alltaf það sem hann sagði, það var byggt á ritningunni. Páll sagði aldrei, nú hlustið á mig, nú gerið eins og ég segi.
Hann vildi kynna ritninguna fyrir öðrum og síðan gat sá sem vildi gert það sem hann vildi við ritninguna. Og hér lýst blessun yfir þá sem að fylgja spádómsorði allrar Biblíunnar, og Guð varar okkur við því að bæta einhverju við, því að allt sem sagt í þessari bók sannleikur. Og þó svo við skiljum ekki allt undir eins, að þá megum við ekki hafa það viðhorf til ritningarinnar, eða það mín skoðun allavega, að hætta að bera virðingu fyrir henni. Því að það er dálítið hættulegt að ýta henni til hliðar. Það eru 66 bækur til samans í Biblíunni, 39 í Gamla testamentinu og 27 í því nýja, yfir 30 höfundar, og hún skrifuð á 1500 árum. Finnst ykkur það ekki svolítið merkilegt? Að bók sem skrifuð á 1500 árum skuli alltaf vera sjálfur sér samkvæm. Hún aldrei í mótsögn við sjálfa sig, aldrei. Sumir þeirra vitna í þetta og vitna í hitt og halda þetta séu andstæður, en þegar að gáð, þá eru engar andstæður í Biblíunni. Og hún sjálfur sér samkvæm, alveg frá fyrstu blaðsíðu til hinnar síðustu. Og ég efast að við mennirnir, óháðir Guði, gætum skrifað bók á 1500 árum þar sem að engin mótsögn ætti sér stað. Ég held að við myndum ekki geta það. Og nú erum við komin inn í tíman skömmu eftir daga apóstolanna, og það að verða til barátta innan kirkjunnar hvort að Biblían fá að vera Biblían eða ekki. Og Lúsían frá Antíóku, sem var höfuðvígi kristninnar í Litlu Asíu, hann stóð fastur á fótunum fyrir því að það mætti ekki breyta texta hvorki Nýja né Gamla testamentisins. En Vesturkirkjan, sem átti aðsetur í Alexandríu aðalega og Róm, þeir voru farnir að fikta við textan. Og þeir voru farnir að búa til alls konar líkingarmál og táknmál sem við köllum allegoríu, og það spunnust út af þessu alls konar ímyndanir og bara, mér liggur að segja, svona hálfgerðar þjóðsögur. Og smám saman þá breytir þetta smám saman Vesturkirkjunni, og hún lendir í því að búa til erfikenningar sem að lokum verða Biblíunni æðri, og þá fer Vesturkirkjan inn í mjög erfitt tímabil í raun og veru. En við munum koma aðeins nánar inn á það. En Austurkirkja, eins og við köllum hana, það er að segja hin kristna kirkja á Balkanskaga, Tyrklandi, Litlu Asíu með Afríkuströnd, niður til Eþíópíu, jafnvel til Kína. Hún fylgdi ritningunni. Og það er sérstaklega þessum Lúsían að þakka, og við fáum hugtakið textus receptus, það er að segja við notum einungis þann texta sem við höfum tekið á móti. Og þekkir þetta orð úr enskunni to receive, receptus, og texti bara orðið texti sem svo við notum það. Og þessi Lúsían, hann virkilega stóð í fararbroddi fyrir því að varðveita hreinleika Biblíunnar. Og ætlum við að kíkja á einn Gota eða Gauta. Hann hét Úlfílas, það er að segja litli úlfurinn, og hann þýddi Biblíuna á gotnesku, og þið kannist kannski við gotneskt letur, og hann var biskup Gota.
En það sem skipti alla þessa frumherja kristninnar fram að þessum tíma, öllu máli, það var að ritningin fengi að vera hún sjálf. Og að almenningur gæti lesið hana fyrir sig og tekið sínar eigin ákvarðanir. Og hér fáum við annað stórt nafn, Vigilantius, en hann starfaði það sem við myndum kalla Suðaustur-Frakkland, vesturhlutina Sviss og í Alpafjöllunum. Og það sem að vakti líka fyrir honum, það var að boða ritninguna eins hreina eins og hægt væri. Þeir vildu enga utanaðkomandi truflun varðandi textaritningarinnar. En því miður þegar hér komin saga, þá það sem við kallum miðaldakirkjan, kaþólska kirkjan, þá hún farin að ofsækja þá sem að halda sig við ritninguna og hafna algjörlega erfikenningunum. Því miður þá förum við inn í langt myrt tímabil sem við kallum myrku miðaldir, þar sem að kaþólsk kirkja þurrkar út algjörlega réttinn til þess að fylgja eigin samvisku. Annaðhvort gerur það sem kirkjan segir eða þú týnir lífinu. Og þetta auðvitað hörmungarsaga í sögu kristinna kirkju. Og þá komum við hérna að Petrus Valdes, sem að líka þýðir Biblíuna yfir móðurmálið, og hann verður svona forystusauður í langan tíma fyrir Valdensum, en orðið Valdensi þýðir einfaldlega dalbúi, það sem það þýðir. Og sumir vilja meina að Valdensarnir fengu nafn sitt af Valdes, en ég held að það sé ekki rétt. Ég held að hann hafi fengið nafni frá Valdensonum af því að hann var svo mikill Valdensari. Alveg eins og Stefán Íslandi bjó ekki til nafnið Ísland, heldur fékk hann nafnið Ísland af því að hann var svo flottur söngvari. Og ég held að það sé sama tilfelli hérna með Petrus Valdes. En hérna sjáum við stytta á honum og þetta hluti af gríðarlega flottum minnisvarða Martin Luther í Worms, og það ekkert skrítið þó að Petrus sé þarna, því að allir þeir sem eru þarna í kringum Luther, að þetta eru allt menn, frumherjar, sem létu ritninguna ráða ferðinni varðandi sitt eigið líf og gagnvart öðrum. Hér sjáum við svona dali frá Pineafjöllunum, þaðan sem að Valdensarnir hugsanlega komu, en þeir bjuggu bæði þar í Suður-Frakklandi og svo í Alpafjöllunum, því að þeir þurftu á fjöllunum að halda sem flótta leiðum undan ofsóknum kirkjunar, út af hverju? Af því að þeir trúðu Biblíunni og fylgdu henni. Það máttu þeir ekki. Og hér höfum við Hieronymus sem að þýðir Biblíuna á latínu, og það Damasus Páfi sem biður þetta vegna þess að hann þolir ekki það sem heitir Old Latin eða gamla Biblían, af því að hún of hrein. Og ég kem að því örlítið seinna, hann leikur sér hérna svolítið að textanum og breytir svolítið út á honum til þess að þjóna kaþólsku kirkjunni. Og þetta verður hin opinbera Biblía kaþólsku kirkjunnar, og það ekki á ástæðulausu. Þetta samþykkt á þingi hérna í Trento á Ítalíu, og við konan höfum verið hérna inn í þessari kirkju, mjög falleg að öllu leyti. En þá ætlum við að fara aðeins svolítið nær okkur sjálfum og skreppa til keltana. Því að keltarnir fram undir 600, þeir
gerðu eins og Lucian og Vigilantius og Petrus og fleiri. Þeir vildu bara Biblíuna og Biblíuna eina. Og þeir vildu einungis Old Latin eða Ítala Biblíuna sem í raun og veru kemur upphaflega frá Lúsía og þeir vildu ekki Vulgötu, alls ekki þegar framliðu stundir. Og þessi Patrekur hérna, sem nú kallaði dýrlingur Írana, hann var nú aldrei Íri blessaður, hann var kelti en Skoti. Og aldrei var hann dýrlingur því að hann fylgdi ekki erfikenningum kirkjunnar. Það var ekki til umræðu einu sinni. Og hann notaði gömlu latnesku þýðinguna og oft fluttuði ræður sína keltarnir á móðumáli og jafnvel skrifuð á móðumálinu. Og þær upplýsingar sem við höfum Patrik segir okkur svolítið komu kristninnar til Bretlands eyja. Því að faðir Patriks, hann var djákni og afi hans var prestur og safnaðarformaður og við vitum að hann var vígður árið 325. Þannig að einhvern tímann fyrir ár 200 kristnin komin til keltana. Og það sem mér finnst svo skemmtilegt það að keltarnir frá, eigum við að segja, 200 til cirka 600 varðveita kristnina eins og hún skráð í Biblíunni. Og það var ekki mögulegt að hreyfa við þeim, ekki mögulegt. Þetta var Guðs orð í þeirra huga og það skyldu þeir varðveita. Hér sjáum við Patrik og Brendan og Kolumba og Kolumbanus. Þetta eru bara fáein nöfn meðal keltana sem við ætlum að nefna hér í kvöld. Þetta voru virkilegir kristniboðar og ekki bara lögðu land undir fót, heldur sigldu þeir á úthöfum til þess að breiða út kristnina. Og ég þeirra sannfæringar að þessi Brendan hérna, að hann hafi komið til Íslands. Við vitum ekki nákvæmlega hvenær hann kemur, 540 kannski, en ég held að sé litlar efasemdir það að hann hafi komið. Við ætlum að leyfa okkur að líta á það eins. En hér sem sagt mynd reyndar bara af guðspjöllunum. Þessi guðspjöllin hérna heita Kelsbókin eða Kólumbabókin og var mjög sennilega skrifuð og skreytt á eyjunni Helgu undan strönd Skotlands. Og þetta gríðarlegt listaverk, sjáu þið hérna. Hér Kristur í hásæti sínu og hér forsíðan af Matteusarguðspjalli. Og ég veit ekki hvað það hefur tekið keltan langan tíma að skreyta þetta, en þetta alveg stórkostlegi listamenn. Og umhyggjan fyrir Biblíunni og væntumþykjan svo mikil að þeir lögðu á sig svona erfiði til þess að myndi gera það sem Biblían fjallað Og eitt af því sem svolítið skemmtilegt það að þeir skreyta þessa Kelsbók með manni og ljóni og erni og uxa. Og þeir láta manninn tákna Matteusarguðspjall og ljónið Markus, uxan Lúkas og örninn Jóhannes. En býtu nú við, nú kemur svona smávegis sem svolítið gaman af. Þekkir þetta merki? Hefurðu séð áður?
Alveg viss. Jæja, hérna uxinn í vestri, maðurinn í suðri, örninn í norðri, en ljónið horfið. Kölski komin í staðinn. Drekinn settur inn hérna í staðinn fyrir ljónið. Og svo lesum við í bókum okkar eigin að þessir vættir, hvernig þeir eru til, það nú bara hreint ævintýri að lesa það út af fyrir sig. Ég ætla ekki að þú getur kíkt á það bara eða þú máttur að því að fara á bókasafn. En hvaðan haldið þessi komið? Þetta komið hérna. Og hvað þetta sem við sjáum hérna? Jú, þetta eru tjaldbúðir Ísraelsmanna hérna. Skipt niður á milli 12 ættkvísla. Og hver ættkvísl hafði sinn fána. Og stundum þá skiptir ættkvíslunum í 4. Og þá það að við höfum manninn í suðri, ljónið í austri, Júda, þetta Rúben, Efraim, uxinn í vestri og örninn í norðri. Keltarnir, þeir elskuðu svo Gamla testamentið og sérstaklega Mósebækurnar að þeir notuðu lögin í Mósebókunum til þess að stýra sínum litlu samfélögum. Þess vegna þekktu þeir þessa fána og skreyttu Biblíuna með þessum fánum. En svo komu víkingarnir og sögðu, þetta viljum við ekki, við losum okkur við þetta. Og svo skelltu þeir inn vættunum í staðinn. Það allt í lagi. Þeir með það fyrir mér. En ég verð að játa það að þegar ásatrúarmenn halda sína hátíðir og lofa og blessa vættirnar í kringum landið okkar, að þá kemst ég ekki hjá því að brosa út í annað. Því að þetta merki hérna komið á Biblíunni. Við sitjum bara inn ljónið í staðinn fyrir drekann. Þetta var nú svona meira til gamans. En hér eru keltarnir að leggja út á hafið, syngjandi og óhrættir. Og hér segir Beta, sem talinn vera faðir sagnfræðinnar í Bretlandi, og Ari fróði, hann vitnar í þetta í Landnámu, að það hafi verið farið á milli Íslands og Bretlandseyja löngu fyrir landnám. Og þið sjáu að Beta, hann deyr hérna 735. Þú sér það hérna þetta bara ljósrit af tilvitnunni í Beta í Landnámu. Hérna 1000, 5, hérna 500 og svo 100 og 100 fyrir geði. 735 stendur hérna. Og í þann tíma, segir Beta, var farið á milli landa. Það sem hann að segja okkur það að löngu fyrir tíma víkinganna, þá fóru keltar á milli landa. Og þeir fóru á milli landa í skinnbátunum sínum. Og mér langar til þess að vitna hérna í doktorsritgerð Kristjáns Eldjárs. Hann náttúrulega gríðarlega mikill fræðimaður, það fer ekkert á milli mála. Og Kristján segir hérna að þessi bók hérna eftir Dikilius, sem getur þýtt á íslensku lýsing á svæðum jarðar, Dimensura Orbis Terre. Og það sem Kristján segir hérna að í þessari bók fáum við hina ákjásanlegustu staðfestingu á þessu, og þetta það sem að Beta segir hér í bók sinni. Sem sagt, við fáum staðfestingu á því sem að Beta segir í bók Dikiliusar sem skrifuð 825. Og svo heldur Kristján áfram og segir: hann, Dikilius,
vitna til klerka sem verið hafi á Thule fyrir 30 árum, þar að segja 795. Og hafi þeir lýst landinu svo, takk þetta þessa setningu núna, að allir fræðimenn eru sammála að Thule di Kílusar sé Ísland. Hér órækur sögulegur vitnisburður að Írar hafi verið á Íslandi í lok 8. aldar. Miklu fremur, segir hann áfram, virðist hann di Kílus haga orðum svo sem tilvera þessa lands væri áður alkunn. Verður að telja líklegt að Írar hafi verið farnir að sigla til Íslands fyrir þennan tíma. Það að segja 825 og jafnvel 735. Sjáu þið hérna, bara til gamans. Papar, þeir komu til Íslands og þeir bjuggu hérna á Papey og þeir bjuggu líka á einhvern stað sem þeir kalla Papíli, sennilega Papíli. Þú finnur þessi nöfn á Færeyjum, Orkneyjum, Shetlandseyjum, Valerne í Óslóafirði og jafnvel hér upp í Þrendalögum. Þannig að Keltarnir hafa farið víða. Og hvað voru þeir að gera? Jú, þeir voru að boða boðskapinn. Og hér hefur Brendan sem að sennilega kemur til Íslands í kringum 540. Og hann segir, sagt eftirfarandi eða haft eftir Brendan. Hann á að hafa hitt munk á Íslandi, en keltnesku munkarnir, þeir voru yfirleitt fjölskyldumenn. Síðan meir urðu þeir einsetumenn, en þeir voru það alls ekki framundi 600. Þeir voru fjölskyldumenn og þeir stýrðu svona litlum þorpum oft. En hér Brendan og hann komin til Íslands og hittir þar landa sína og meðal annars mann sem heitir Pól, sem þýðir bara Páll. Og hann svo hrifinn af kristni þessa manns að hann ákveður að kalla Ísland fyrir Ísúland. Og Ísú á gelísku eða keltnesku Jesús. Þannig að það eru líkur fyrir því að hið upprunalega nafn á Íslandi hafi verið Jesúland. Mörgum finnst þetta rosalega langsótt, en bíddu nú hægur. Hvað hét hann? Jú, hann hét Hrafnaflóki. Og hann var dálítið flókinn í raun og veru. Hann átti 3 hrafna og þeir áttu að leiða hann til Íslands. Hann sendir einn á stað, hann flýgur til Noregs. Hann sendir það næsta stað og hann fer beint upp til himins, kemur hálfdauður tilbaka. Og sá þriðji flýgur til Íslands. Vinir, þetta trúarleg yfirlýsing. Alveg eins og hrafnarnir aðstóðu Nóa, eins eru hrafnarnir núna aðstóða Flóka við að finna Ísland. Síðan kemur Flóki hingað og það liðið sumar og ég efast að Flóki hafi haft nógan mat. Og hann hér heilan vetur og hver gaf honum að éta? Það skyldi þá ekki hafa verið keltar. Svo labbar hann upp á fjall og sér ís og segir, já, við köllum bara landið Ísland. Þar með eru víkingarnir búin að þurrka út Ísúlandið og það komið Æsland í staðinn. Þú getur gert þetta sem þú vilt. Ég hef bara svolítið gaman að þessu. Mér finnst allt í lagi að svona tala þetta með bros og verð. En ég sannfærður það að Brendan hann kom hingað. Hann skrifaði það, eða einhverju skrifuðu það varðandi sjóferðir Brendans. Kólumba gerði það sama og svo var lengi gert grín að því að þessir bátar sem að keltarnir notuðu, þeir væru ekki sjóhæfir á úthöfum vegna þess að það engin kjölur á þeim eins og skipum víkinganna. En þeir höfðu hérna ugga á hliðunum sem gengur langt niður í sjóinn og bátarnir voru mjög stöðugir. Fyrir utan það voru þeir verulega leyti lokaðir með skinnum
Og hér Tim Severin sem að býr til bát, nákvæmlega eins og Brendans bátur var, og hann siglir til Írlands, eða frá Írlandi til Færeyja, Íslands og Nýfundnalands, kemur hingað 76-77. Ef ég maður rétt þá bauðst hann til þess að gefa okkur bátinn, en við vorum svo stoltir af því að við vorum víkingar og hér kom engir keltar, þannig að við afþökkuðum bátinn. En hvað það? Hér Tim Severin að sigla yfir úthöfin eins og ekkert sé. Og þess vegna sannar hann að mínum mati að Brendan gerði það líka. Hér sérðu frímerkir frá Færeyjum og hér vitnað í sjóferð Brendans hérna, og hann kallaði Færeyjar fyrir fjáreyjuna og talaði að þar væri paradís fuglana. Og svo höfum við hérna til gamans Þránd í götu með Þórshamarinn sem að hann notaði til þess að bæja í burtu hérna kristnitöku Færeyinga. En Færeyingar hafa gefið út hérna frímerki og þeir kalla þetta, ég sjáu hérna, ég hitt aldrei á þetta, landfinningar. Og hér Brendan á Færeyjum, eða á fjáreyjum eins og Færeyjar heita í raun og veru. Nú, hér fannst fyrir 2 árum á Sunday móaska. Og vitið hvað þessi móaska gerir fyrir okkur? Hún fer með sögu Færeyja aftur 300-500 ár, samkvæmt þessum prófessor hérna, Mike Church. 300-500 ár áður en að víkingarnir komu á 9. öld. Og þá erum við komin aftur í tíma Brendans, sem að staðfesti það að Írarnir, þeir voru þarna, löngu fyrir komu víkingarna. Og þeir opinberuðu þetta núna í ár, í vísindariti, Mike Church, og ég veit ekki hvaða Færeyingar voru með honum í þessu. En ég tók þetta með hérna til gamans vegna þess að hér talað Þorkel Önundsson og hann kallaður Austmaður af því hann kemur frá Noregi. Og vestmenn, þeir komu aftur á móti frá eyjum Keltana af því að þeir komu úr vestri til Noregs. En norðmennir komu úr austri til Keltana. Þess vegna heitir austmenn og vestmenn. Og þess vegna heitir eyjan Vestmannaeyjar. Af því að þar bjuggu vestmenn. Og Færeyingar þekkja þetta líka. Og svo fannst í Noregi í fyrra, í júnímánuði, þetta mót. Og norðmennir hrukku í kút vegna þess að kristnitakan átti að eiga sér stað árið 1000. En þetta mót hérna með krossinum segir að Noregur var þegar orðið kristiland að minnstakosti 150 árum fyrir kristnitöku. Og hverju skyldu þá hafa komið með kristnina þangað? Það skyldu þá ekki vera Keltarnir, sem voru óhræddir að sigla á úthöfum. Og það ekki langt frá Hjaltlandseyjum til vesturstranda Noregs. Það mjög stutt í raun og veru. Og þegar Ólafur helgi kom í heimsókn í Vestur-Noreg og var að visitera kirkjurnar, þá fann hann mjög kristið fólk á Annesjum Vestur-Noregs. En þeir hafði ekki hugmynd að til væri eitthvað sem hét kaþólsk kirkjulög. Af hverju? Hver skyldi hafa kristna þá án þess að kynna fyrir þeim kaþólsk lög? Auðvitað Keltarnir, hverjir aðrir? Hér höfum við Harald Blátön sem segir að hann hafi kristnað Danmörku. 900, hann deyr þarna 85-6. Einhvern tíma fyrir þann tíma segist hann hafa kristnað Danmörku. En, býtu nú við. Ég þarf að fara hrætt í þessu og ég horf á klukkuna að náttast. Það sem gerðist svo var að þeir fundu grafir í Ríbe á dönsku, Rípum á Jótlandi, kristnar grafir sem voru að minnsta kosti 150 ára
eldri en kristni takan í Danmörku. Og ég hef hlustað á fyrirlestur, fluttan á Jótlandi, þar sem að fræðimaðurinn, ég man því miður ekki hvað hann heitir, sagði að danska kristnin kom upphaflega að vestan, það er að segja frá Keltunum. Hún kom ekki að sunnan í gegnum Þýskaland. Svona litu heimili Keltana út, svo kom kristnin og þá bætti við kirkjunni við. Og þetta er það sem að stundum kallað klaustur, en þetta líkist ekkert neinu venjulegu klaustri. Þetta bara lítið þorp með kirkju þar sem að abbótinn var fjölskyldumaður og sinnti venjulegum störfum fyrir utan kirkjustörfin. Ég skal fara hratt yfir sögu núna. John Wycliffe, siðbótarmaður í Bretlandi, Jóhann Hus, siðbótarmaður í það sem við kallum Tékkland í dag, brenndur á báli og bein John Wycliffes voru grafin upp og brennd af hverju? Af því þeir boðuðu Biblíuna. Engin önnur ástæða. Þeir leyfðu sér að flytja Guðs orð eins og Biblían talaði og hér verið að brenna biblíur og hluta á biblíum sem að lærisveinar John Wycliffe gaf út. Og þá fáum við Lúther sjálfan og eitt af því alfyrsta sem Lúther gerir eftir að hann sjálfur fann að lesa biblíuna þarf að þýða hana yfir á móðurmálið. Því að hann segir lægvirkinn hann verður að fá að syngja á móðurmáli sínu. Og þetta rauði þráðurinn sem ég að reyna að kynna fyrir ykkur hér í kvöld, að Biblían hún sín eigin túlkur. Biblían aldrei í mótsögn við sjálfa sig. Hún kærleiksbréf frá Guði til okkar og hvort sem þeir hétu Lucian eða John Wycliffe eða Luther, þá vildu þeir ekki koma á milli fólksins og Biblíunar. Þeir vildu flytja orðið en fólki var að fá að lesa líka. Og auðvitað fór bókin sigrandi eftir að Gutenberg fann upp að geta flutt til einstaka stafi. Og tíminn að renna frá okkur þess vegna fyrir ég. Hér hefur við William Tyndale sem borgaði fyrir það með lífi sínu að þýða Biblíuna á ensku. Hundeltur, framseldur að lokum og tekin á lífi. Svo höfum við hérna Jacques Lefebvre í Sviss sem líka að koma Biblíuna á móðurmáli. Hér enskur skósmiður, þeir leynast víða þessir gáfumenn og hann kunni latínu, grísku, hebresku, frönsku, hollensku og þýddi Biblíuna á 6 mismunandi indversk tungumál. Alltaf sami áhuginn að koma Biblíunni á framfæri þannig að almenningur geti lesið hann, sér til blessunar og sáluhjálpar. Og þá hér að lokum lítil falleg saga hana Mary Jones. Hún átti heim í Wales og var bara stelpa 8, 9, 10 ára gömul þegar hana dreymdi að eignast Biblíu. Og hún reyndi að spara og spara og spara eins og hún mögulega gat til að geta keypt sér Biblíu. Það var auðvitað bjartsýni út af fyrir sig því að pabbi hennar var ekkert í sérstaklega góðri vinnu og stundum þurfti pabbi og mamma að fá sparibaukinn og tæma hann og þá byrjaði hann bara upp á nýtt að spara og reyna að vinna eitthvað hér og þar og vonandi einhvern tíma geta keypt sér Biblíu. Svo heldur hún blessunin að hún sé búin að spara nóg svo hún labbar 40 kilometra berfætt
til prest sem heitir Thomas Charles því að hann var að selja biblíur. Þegar hún kemur þangað þá segir presturinn við hana því miður, það engin biblía eftir. Þessi sem er eftir, hún lofuð og ég veit ekki hvað ég á að gera. Ég get eiginlega ekki selt til hana. Og til þess að gera stuttasögu ennþá styttri þá brast hún í grát og grét svoleiðis úr sér augun að presturinn hann sár vorkenndi henni og sagði við henni að ég get alltaf að fengja aðra biblíu. Þú mátt fá þessa. Og hún hafði ekkert nógan pening fyrir biblíunni. En hann sagði, þetta allt í lagi. Þú mátt bara taka hana og fara með hana. Og þá eru komnir saman áhugamenn biblíuna og í svokallaða smáritafélagi í London og þeir fá að heyra þessa sögu. Og sagan snertir þá alveg óbáslega. Þannig að séra Tómas, ég kann ekki bera þetta nafn hans fram þarna, Hughes, eitthvað svoleiðis, hann segir af því það átti að fara að gefa út biblíur á velsku, þannig að fátækir í Wales gætu keypt sér biblíu. Og þá segir hann, þessi Tómas, hvers vegna handa fátæku fólki í Wales, hví ekki handa allri þjóðinni? Og hann bæti við, hví ekki handa öllum heiminum? Og þá verður til hið breska og erlenda biblíufélag 1904. Og svo verða þau til hvert af öðru og Ísland kemur þarna 1815, 10. júlí og það Henderson, Ebenezer Henderson sem kemur hingað. Hann kalvínskrar trúar og hann gefur út biblíuna á eigin kostnað og ég nú búin að leita lengi að biblíunni í heild sinni en ég finn hann ekki. Ég á kannski ekki fyrir henni að ég finn hana en ég á allavega Nýja testamentið. En hann kemur hingað og eiginlega hvatinn að því að hér verður stofnað Íslenska biblíufélagið og hann fer 3 ferðir landið okkar. Þið sjáið bláar, gular og rauða línur og hann lét ekkert stöðva sig í því að fara með biblíuna til fólksins svo að það gæti lesið hana sjálft. Og ef við förum tilbaka til Jesú Krist, strákar, þið sem löbbuðu með mér til Emmaus, ég sagði ykkur ekki að hlusta á mig, ég sagði ykkur að lesa biblíuna. Ég hefði getað sagt ykkur að þið eigið að hlusta á mig. En það sem sammerkt öllu þessu fólki, hvort sem það Móse eða Jesaja eða Amos eða Jóhannes eða Lúther eða Keltarnir, Patrik, Brendan, Kolumbanus, skiptir ekki máli. Eina sem allir þessu áhuga fyrir, það var að koma biblíunni til fólksins, þannig að fólki geti lesið og tekið sína ákvarðanir. Og þetta það sem að Ebenezer Henderson vildi líka. Og að lokum hérna ein setning frá spekingum sem að ég kannast kannski ekki nógu vel við, en þeir að fjalla Nýja testamentið og segja þannig hefur Nýja testamentið ekki aðeins varðveist í fleiri eintökum en nokkuð annað fornrit, heldur hefur það einnig haldist mengaðra en nokkurt annað meiri háttar rit fornsögunar. Samræmið 99,5% í Nýja testamentinu. Og ég sagði nú ekkert hann en Erasmus frá Rotterdam, eins og hann var kallaður, hann var humanisti og kaþólskur. Hann skaffaði Lúther og öðrum sem voru að þýða biblíuna mjög, það sem við getum kallað hreint Nýja testamenti.
Þannig að það Nýja testamenti sem að hann að vissuleyti safnaði saman í eina heild úr mörgum frumritum, en hann var svo fær í grískunni að hann gat leiðrétt beygingavillur og svo framvegis. Þannig að hann skaffaði siðbótinni mjög hreint Nýja testamenti sem að Lúther notaði, sem að Oddur Gottskálksson örugglega notaði líka og þeir notuðu sem þýddu King James þýðingun og svo framvegis. En vinir, það sem ég verið að reyna að segja er þetta: Biblían er komin til okkar frá Guði. Hún er ekki mannaverk. Það á engin annar en Biblían að segja okkur hvað í henni stendur. Við getum samt kannski hjálpa hvert öðru einstaka sinnum yfir þröskulda, en hún stendur alltaf upp úr sjálfstæð og er óslökkvandi og skínandi ljós sem segir okkur hvaðan við komum, af hverju við erum hérna og hvert við förum þegar að Guð skapa nýjan heiminn og nýja jörð, þar sem að réttlæti býr. Þakka ykkur fyrir.